Lionsklúbbur Grindavíkur og Kvenfélag Grindavíkur lögðust á árarnar með slökkviliðinu í Grindavík þegar kom að því að búa tækjabíl slökkviliðsins nýjustu björgunartækjum sem eru notuð til að losa fólk úr bílflökum eftir umferðarslys. Lionsklúbburinn leiddi verkefnið en leitað var til fyrirtækja í Grindavík með að fjármagna kaupin á björgunartækjunum sem í daglegu tali eru kölluð klippur. Búnaðurinn kostaði á 70 milljón króna en hann var formlega afhentur í síðustu viku. Við það tækifæri var notagildi tækjanna sýnt og eigulegur Toyota-bíl klipptur niður í búta. Hvernig eru þessi björgunartæki frábrugðin þeim sem þið höfðu áður? Þau eru knúin með rafhlöðum, batteri, eldri tæki sem við erum með eru knúin með bensínvél og klussakerfi, vökvakerfi. Við erum lausir við þann búnað með þessu, nú er það bara eitt batteri eins og borvélin sem notar heima til að festa mynd á vegg og lipurleikinn þar leiðandi margfald. Þau eru náttúrulega bosna meiri, aðeins meira fyrir þeim en við finnum ekki verið neinni skerðingu að umgangast og nota þau hvað það varðar, síður en svo. Hverju mun þetta breyta fyrir ykkur á vettvangi eins og þeir náttúrulega eru með mjög erfiðar aðstæður eins og við Grindavíkurveginn, ég þurfi jafnvel að fara þar út í hraun og annað, þetta kemur til að breyta miklu þar? Já, þú tekur bara tækið á öxlina og hleypur út í hraun. Þú þarft ekkert að byrja á því að taka út vél og setja í gang, draga út slöngur og annað. Þetta er bara nýtt, þetta er nýjung. Hitt er búið að gera þessi í áraraðir. Þróunin er þessi og hún er komin hingað. Hvað gera þessi tæki nákvæmlega? Til hvers eru þau gerð? Þau eru til þess að ná fastklemdu fólki úr bílum og sérstaklega og þú getur notað þetta í jarðskjálftum, hruldum húsum, hvar sem fólk verður bara fast og þá er þetta að nota þetta í allt þetta. Til dæmis í skipum, það er slys í lest og öðru og þá er þetta að hlaupa með þetta niður. Þú ert ekki að byrja við að leggja einhverja vökvaslöngu niður, þú bara hleypur með þetta með þér og það er gríðarlegur plús. Og þið eru svona aðeins búin að vera að æfa ykkur í notkun á þessu. Er þetta að virka eitthvað öðruvísi heldur en gömlu tækin ykkar? Þetta er bara skemmtilegra. Þetta er hljóðlátt. Þú ert ekki með rafstöð eða neitt tæki í gangi. Og þetta er líka þannig búnaður að við erum eiginlega með fjórfalt öryggi á tækjum í dag. Við byrjum á því að fara á stað og þá notum við rafhlöðurnar. Síðan ef þetta er mikið þá byrja þær að gefa sig, þær duga 20 mínútur í fullu álagi. Við getum fært batteri á milli tækja, hvaða tæki við erum að nota ef þau eyðast. Síðan þegar þau eru búin þá erum við búnað sem við tengjum við tækin og þá getum við sett rafstöð í gang og þá getum við haldið áfram á meðan olían er á henni. Og svo erum við með gömlu vökvaklöpurnar alltaf með, þannig að þetta er bara fjórfalt öryggi. Og það er ekki boðlegt að vera að fara langar vegalengdir með eitt sett. Að ná fastklemdu fólki. Það þarf að vera eitthvað backup og við erum með það.